Gjörðu svo vel. Halló, halló, heyrðu þið það? Komið sæl, blessuð. Ég vil bara bjóða ykkur öll hjartalega velkomin til þessar ráðstefnu eða fundar mótamálin eins og þið kannski vitið og hefur verið kynnt að á síðast ársþingi var samþykkt tillaga starfshóp sem færi sérstaklega yfir kvennaboltann hjá okkur og þá þróun sem við viljum sjá í honum á sem flestum sviðum. Við erum að tala stjórnun, sjálfboðaliða, þjálfun, mótafyrirkomulag og svo framvegis. Og þetta kannski svona fyrsti sýnilegi hlutinn út á við að fara yfir hvað við getum gert í mótafyrirkomulagi og stýringu á kvennaboltanum, yngri flokkum og svo framvegis til þess að efla hann sem mest við getum. Ég ætlum ekki að hafa þetta neitt langt, heldur bara bjóða ykkur hjartalega velkomin. Þessi hópur hér mun síðan fara yfir málið. Þetta er virkasti hópurinn, langvirkasti hópurinn. Þetta eru 4 hópar sem eru að taka hinn ýmsu svið kvennaboltans fyrir og ég er gríðarlega ánægður og spenntur fyrir þessari vinnu og ég held hún eftir að leiða margt gott af sér. Þannig að ég ætla ekki að hafa þetta lengur, bara bjóða ykkur velkomin og gefa Gunningu orðið. Gjörðu svo vel. Þetta er sem eru kjól, sko. Harpa, var þetta ekki svona? Maður fékk hérna góða hjálp frá reyndustu manneskjunni í fjölmiðlunum, Hörpu. Allavega komið sæl og þið sem eru að horfa á fundin og taka þátt í honum, bara komið sæl. Við, sem sagt, vinnuhópu 2, við ákveðum að halda þennan opna fund vegna þess að okkur finnst gífurlega mikið vakt að fá að heyra frá þeim sem eru í hringiðunni í aðildarfélögunum að starfa í kringum, eins og í fundabónum var að tala annan, þriðja og meistaraflokk kvenna. Þannig að við ætlum að vera, þetta er svona vinnufundur, þið sjáu það eru komið blöð og pennar á borðin, þannig að við ætlum bara að bretta upp ermarinn eftir, en fyrst ætlum við að fara aðeins yfir nokkrar glærur og aðeins svona tala forsöguna. Eins og Guðni kom inn á, þá á síðasta ársþingi, þá var lögð fram tillaga að stofna vinnuhóp sem myndi fara yfir svona skoða heildarmyndina á kvennaknattspyrnu og það var ýmislegt sem kom til og þetta kom kannski framhaldið því að kom tillaga varalið í meistaraflokki og það er eitthvað mál sem við munum skoða hérna eftir. Og það var Jón Björn Skúlason Haugum sem nú mættur hingað í dag sem bar þessa tillögu fram sem var samþykkt og bara, ég held að segjum bara takk fyrir að koma þessa tillögu. Hér eru komin, þannig að vonandi kemur gott út úr þessari vinnu. Þá er næsta, það voru 4 vinnuhópar stofnaðir, það var sem sagt ákveða aðlandsliðsnefnd kvenna sem hún Borghildur varaformaður stýrir, tók að sér verkefnið, stofnaðir 4 vinnuhópar og við erum sem sagt hópur númer 2 sem talar að þróa leikinn og verkefnin okkar, og það var tilbaka, Harpa, verkefnin okkar eru þessi hérna. Skoða það, koma á leyfiskerfi og það búið að vinna þá vinnu mjög mikið. Það er eiginlega ekkert sem við þurfum að ræða neitt nánar, heldur bara að taka ákvörðun hvort að leyfiskerfi verið sett á eða ekki. Og það er eiginlega stjórnar, þannig að nú get ég staðið hér og sagt bara það er ykkar í stjórninni að taka ákvörðun, þið vitum mína skoðun á því. Númer 2 og 3, það er að skoða mótamálin og varalið, það er það sem við ætlum að gera í dag. Skipulag í 4. flokki. Það er eitthvað sem verður skoðað síðar og síðustu 2 punktarnir aðstoð við afreksþjálfun og skipulag landsliða. Þetta er farið af stað með yfirmanni knattspyrnusviðsins hjá okkur. Þannig að þetta er komið svona í farveg og við munum kannski hafa nánari kynningu á því síðar. Vinnuhópurinn, þetta eru við sem erum í vinnuhópnum. Það er Harpa Þorsteinsdóttir, Hanna Harpa og Helgadóttir, Margrét Ágadóttir, Árni Rúnar Þorvaldsson, Ingibjörg Auður og Þorsteinn Gunnarsson sem ég veit að er að fylgjast með okkur heima í Mývatnssveitinni og síðan er ég, Guðrún Inga.
þegar við byrjum aðeins að skoða vinnuna og af hverju voru þessi mál sem við vorum að fara að skoða, móta málin, af hverju svona mikið ákall að spá í hvort það sé hægt að gera einhverjar breytingar í þessum efstu flokkum kvenna. Þá eru til ýmis gögn. Það er búið að tala þetta í þó nokkuð langan tíma. Það var Kristi Sverrisson, hann heimsótti aðildarfélögin árið 2018, hann skilaði skýrslu, þar kom þetta sterkt fram. Þyrfti að skoða annar flokk kvenna og þriðja flokk kvenna. Stjórn KSÍ heimsótti félög 2018 og 2019. Þetta var málefni sem oft bara góma í þeim heimsóknum. Þá var sendur út spurningalisti til aðildarfélaga. Þetta var ein af þeim spurningum sem var að ræðum. Og síðan fór hann Sigur Óli Kristjánsson, hann heimsótti minni aðildarfélög síðasta sumar og skilaði skýrslu. Þannig að þetta er svona rauði þráðurinn að það eru félög í vandræðum, bæði að halda út í öðrum flokki, stelpur sem eru að spila bæði í þriðja, öðrum og meistara og þetta er svona, ekki sammála mér, þetta er svona, við erum með öll ákveðnar skoðanir á þessu, hvernig verður þetta að gera þetta betur, en við þurfum bara að koma frá okkur og vinna þetta saman. Þetta er eiginlega sem ég er búin að segja, þegar við fórum yfir þessar skýrslur, þessar samantektir, þá var þetta sem okkar vinnuhópur tók út. Við þurfum að skoða framtíð annarflokks kvenna. Við bara þurfum að tala um framtíðina. Eigum að breyta aldursskiptingu í þriðja flokki. Nú er ég bara að kasta fram einhverju svona vangaveltum. Að koma einn punktur, þess vegna settum við hann inn. Frjálsar skiptingar í þriðja flokki. Myndi það gera eitthvað? Ég veit það ekki. Þetta er eitthvað sem getur rætt. Hvað ætlum við að gera í dag? Við ætlum að vinna saman og við ætlum að skipta ykkur hérna upp og eftir. Við ætlum ekki að láta, að mun ekki hérna allir valsar að sitja við þetta blað. Við ætlum að horfa á 2 valsar hérna. Við ætlum að skipta okkur upp. Við ætlum að kasta fram einhverjum spurningum, einhverjum vangaveltum og þið ætlum að skrifa niður á blað. Sér ætlum hóparnir að ræða saman, sér tölum við öll saman. Og þegar maður fyrir svona vinnu, þá skrifa maður allt niður sem maður dettur í hug. Það er ekkert rétt eða rangt, það er enginn í prófi í dag. Það verður ekki farið yfir og gefur einhvern fyrir vinnun ykkar. Þegar maður er svona 4 saman í hóp, þá þarf maður að gefa öllum tækifæri á að tjá sig og við erum með misjafnar skoðanir. Þannig að við sýnum hvort öðru virðingu, en númer 1, 2 og 3 á þetta að vera gaman. Við erum öll að koma hérna eftir vinnu, eða fyrir vinnu, þeir sem eru að þjálfa eftir, og við ætlum að eyða hérna kannski svona tæpum 2 tímum saman og við ætlum að hafa gaman að þessu. Fyrirkomulagið, það er annars vegar fyrirkomulag sem verður hérna, þið sem eru mættinga og þið sem eru heima og ætla að taka þátt í fundinum í heimabyggð. Þið sem eru hér, þið eru 4 saman á borði. Allir fá svona blað og penna og við vörpum síðan fram spurningu og þið svarið komið allar ykkar hugmyndir á ykkar part á blaðinu. Þetta er hérna gáfnaprófið. Það er 1 blað, þið ætla að skipta blaðinu 5 hluta. 1 hlutin er í miðjunni. Sér skiptið í blaðinu. Það verður gaman að sjá hvernig niðurstaðan verður. En við vörpum frá spurningu, þið skrifið allar ykkar vangaveltur við spurningunni á blað, bara í ró og næði, 5-10 mínútur hver hugsa fyrir sig. Sér tökum við aðrar 5-10 mínútur, Magga ætlar að vera tímaverður. Tökum við aðrar 5-10 mínútur þar sem hópurinn, þessi 4 saman, ræða sín á milli. Síðan ákveður hópurinn hvað þeir vilja leggja fram sem niðurstöðu blaðsins, hópsins. Förum betur yfir þetta. Þeir sem eru heima, núna þegar ég er búin að tala, þá mun ég setja stað spurningarnar inn á Slido sem þið fengu sent í e-maili slóðina. Hér er slóðin, þið sláið inn þetta númer S516. Fyrsta spurning kemur upp, hún verður opin í 15 mínútur. Þið getið sendt inn eins mikið athugasemdir þið viljið, síðan opnast næsta eftir 15 mínútur og síðan koll að kolli. Þetta eru rauninni 3 spurningar. Við ætlum ekki að vera með streymið hérna á, þannig að segir enginn með að við erum að vinna hérna á borðunum. Þannig að þið sem eru heima, þið takið 3 spurningar, 15 mínútur í hverja spurningu. Og aðeins svona til að bara koma okkur á stað. Þetta eru hérna vangaveltur. Hver kannast ekki við þetta? Hluta stelpum í öðru flokki æfa með meistaraflokki,
eftir sitja þó fáar á æfingum annar flokks. Kannistu við þetta? Akkurat. Erfitt að vera kannski færri en 10 á æfingu. Það er bara ógeðslega leiðilegt. Það er ekkert gaman. Það var allavega neitt hægt að gera. Stundum annar flokks stelpur látnar æfa með 3. flokki vegna fámennis. Er gaman að vera á elsta ári í öðrum flokki og æfa með 3. flokki? Nei, ég held ekki. Sér kemur leikur hjá öðrum flokki. Þá koma stelpurnar sem voru að spila, er að æfa með meistaraflokki og spila með öðrum flokki og þær best úr 3. flokki, þær koma líka kannski inn í annar flokks liðið. Hver eru á bekknum í öðrum flokki? Oft og tíðum. Er það ekki þess að fáu? Finnst ykkur þetta galið dæmi á mér? Nei. Hvað gerist með þessu örfáu sem voru að mæta á annar flokks æfingar? Það er hætta. Hvað getum við gert til að láta þær ekki hætta? Við þurfum eitthvað að skoða og breyta þessu. Þannig að þetta er svona aðeins til að vekja okkur til. Þetta er, held ég, svona samhljómurinn af því sem kom út úr samtölum við félög, samtöl við þjálfara, samtöl við leikmenn, foreldra. Þetta er svona það sem oft á tíðum félög er að glíma við. Alveg samátt sem stóra eða lítil félög. Ok, hvað er næst? Fyrsta spurningin. Ok, áður við förum í fyrsta spurningu. Góður, glærur. Þá eigum við þá ekki að kveðja þá sem eru að fylgjast með. Hvað segir það? Þið miður, þið fá ekki tímavörðin hérna á 15 mínútur. Hún mun samt passa upp á næsta spurning fara af stað. Þannig að við kveðjum þá sem voru að horfa. Það er á þessu forriti slæt og hægt að senda líka fyrirspurn, almenna fyrirspurn. Þannig að ef þið áhuga á því, þá bara gerið það og við getum þá svarað hérna tilbaka í gegnum forritið. En nú ætlum við að biðja ykkur að setjast 4 og 4 saman á borð og ekki úr sama félagi. Þetta er fyrsta verkefnið. Ekki úr sama félagi.